Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, skemmtilegu þáttur framundan, en á ég þennan bíl skilið? Svarið kemur síðar í þættinum, en við hittum líka menningarverðlaunahafa Reykjanesbæjar og fleira skemmtilegt. Það er oft sagt að í erfiðleikum komi nýjar hugmyndir og það er óhætt að segja að það eigi við hjá eigendum Blue Car Rental bílaleigunar í Reykjanesbæ. Veiru árið hefur verið þeim vægast sagt erfitt, en í öllum leiðindunum fengu þeir skemmtilega hugmynd. Þeir ætla að gefa bíl. Á ég þennan skilið? Já. Er það ekki? Það eiga hann allir skilið. Ég myndi segja eftir þetta blessa ár sem við erum búin að upplifa, það eiga allir skilið Duster. Já. Þetta er svona kannski einn þekktasti bílalegu bílgerð á Íslandi. Er það ekki það? Þetta er einn dæmigerð bílaleigubíl, eða hvað? Við erum tím Duster í Blue allavega. Við erum mögulega stærsti Duster eigendur í heimi, sennilega á Íslandi allavega, og við erum allan daginn tím Duster. Þetta er sko, þessi klikkar ekki. En ég myndi eiginlega ekkert vilja vera í ykkar sporum að vera að reka stóra bílaleigu, á þessu ári. Ég öfund ykkur ekki neitt. Er þetta búið að vera, hundleiðilegt árið eða eitthvað? Ég held að við öfund okkur fæstir. Já. Þetta er búið að vera alveg hundleiðilegt, já. Það er ekkert eitthvað að tipla tónum í kringum það, sko. Nei. Og þú veist, maður er bara að byggja einhver í 10 ár, stækka og stækka, hlúa fjárfestingunum sínum og bara, vera bara, að taka raunveru uppbygginguna í ferðaþjónustu í Íslandi og svo allt í einu finnum maður sig í þessum sporum og það er hundleiðilegt og kræfandi og maður er að taka ákvarðanir sem maður hafði ekki ímyndað sér maður að fara að gera í janúar eða febrúar. Við tökum stóra fund hérna framkvæmdastjórnin snemma á þessu ári þar sem að vera að leggja tóninn fyrir árið og það minnisblað hefur verið ekki verið opnum síðan held ég bara sko. Þannig að þetta var mikil stefnubreyting og bara búið að vera að það er hundleiðilegt. Fyrirtæki ykkar Blue Car Rental hefur vaxið í raun ótrúlega mikið á áratug cirka. Þannig að þið þekkið ekkert annað en vöxt, þannig að það er svaka skellur að fá svona ár. Já, ég meina maður hélt að Váir hafi verið skellur. Já. En það er ekkert, þú undirbýrið ekkert undir þetta, Maður er búinn að ræða frekari skelli eða kemur eldgos eða gerist eitthvað, en það datt engu þetta í hug. Það var ómögulegt að sjá þetta fyrir. Og við, eins og þú segir, við höfum bara þekkt vöxt og Váir var skellur og við höfum tekið svona síðustu 3 ári að finna ákveðið jafnvægi. En ég meina þú ert með heila grein sem er ferðaþjónustan, sem örugglega hundleiðist nánast öllum það eins og staðan í dag. Og heila grein sem er búið að fjárfesta í fyrir 2 milljón ferðamenn, jafnvel meira, sem allt í einu hverfur, skilur. Þið eru greinilega búin að gera eitthvað, þannig að þið eru núna að skella á svona nokkrum leik, markaðsleik. Segðu okkur aðeins frá því. Málið er að okkar fyrirtæki náttúrulega bara rekið áfram á jákvæðni og við erum bara í stöðu núna sem við ráðum ekki við og þá þarf maður bara að bregðast við því og í sinni einföldustu mynd þá langar okkur eiginlega bara að gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að við bara erum með þetta vörumerki, bluebeetle.is og okkur langar að kynna það fyrir Íslendingum, kynna þennan notaða Blue bílaleigubíl til sölu í raun og veru sem okkur finnst að sjálfsögðu vera frábær vara og er eitthvað betri leið heldur en að gefa eitt stykki bara, eitt stykki bláa Duster. Eigið þið mikið af bílum? Við hefum fullt af bílum. Við hefum rúmlega 1500 bílum staðinir í dag. Fyrir allmörgum ára síðan þá voru margir með svona ákveðna efasemdir þegar þeir voru að kaupa bílaleigubíl. En hverju svarar þú því í dag? Er þetta viðhorf enn í dag? Þetta er náttúrulega mjög góð spurning og náttúrulega ákveðnir aðilar sem hafa ekkert verið að gera greinin neitt greiða fyrir ekkert það löngu síðan. En hérna í dag er það náttúrulega bara þannig, þú sér bara verkstæðið sem við stöndum inn á. Það er engin bílar á Íslandi sem fá betra viðhald heldur en bílaleigubílar hjá betri bílaleigum landsins. Og þær eru því sem betur fer ansi margar og sem blessunarlega eru fáir aðilar sem hafa verið að stytta sér leiðir, en það er bara þannig í öllum greinum. En bílaleigubílar í dag eru bara, þetta er frábær kaup, það er engin bíll sem fær eins umfangsmikið viðhald og í raun og veru einfaldast að orða það þannig að við erum með kröfuharða viðskiptavini sem að leigja okkur 1000 bíla, 20.000 yfir árið og ég meina viðskiptavinurinn er að fara í ferðalag all landið. Hann er að gista á, segjum, 3 til 10 stöðum, oft mismunandi stöðum, en það er
eitt sem hann treystir hvað mest á í ferðalaginu sínu og það farartækið, að hann komist frá A til B og leið og tapar einhverjum tíma út af farartækinu, það fer í fólk sko. Þú ert í fríi, þú ætlar ekki að standa í því að vera með bilaðan bíl eða einhverju veseni. Þannig að fyrir okkur að huga vel að bílunum okkar fyrir útleifuna er gífurlega mikilvægt, sem leiðir það svo af sér að þegar að bíllinn klárar sinn líftíma hjá okkur, þá er hann yfirleitt bara ennþá í toppstandi. Svo fær hann okkar yfirferð hjá okkur af því að síðan eru aðrir kröfuharðir og viðskiptavinir með væntingar sem taka við honum, Íslendingarnir, og bíllinn þarf auðvitað að vera í toppstandi fyrir þá. Ég var alveg til í þennan bíl. Þú ert greinilega búin að leggja smá aukavinnu í hann einkennislitur fyrirtækisins og flotta felgur og dekk og annað. Hvað þarf fólk að gera til þess að eiga möguleika á að eignast bílinn? Við byrjum náttúrulega að tala um það. Ég er náttúrulega búin að vera hérna sveittur að gera. Já, kvöld og nætur alveg fyrir. Nei. Það er mun betri menn að græja þennan heldur en ég. En það er heldur betur búið að leggja blóðsvita tári þennan og þennan ætlum við að gefa. Með bara helviti skemmtilegu leik. Við ætlum að gefa hann til, að finna eitthvað sem á hann skilið, eitthvað sem á hann alveg virkilega skilið. Ég segi eins og ég segi á hann að 2020 eiga allir hann skilið, þannig við þurfum eiginlega bara að finna hann sem á hann mest skilið. Og ætla það verði ekki heljarna verkefni að finna hann einstakling. En það er einhverjum úti sem á hann skilið og við ætlum að gefa hann, en það hefur við ekki beint mikið við hann að gera þessa dagana. Þannig að við, ætlum að slá til. Hvað þarf fólk að gera? Skrá sig og taka þátt í leiknum? Já, það skrá sig bara inn á bluebeats.is síðan okkar til leiks. Skrá sig í Bluebílaklúbbinn og fylgja okkur á samfélagsmiðlum að sjálfsögðu, það er alltaf lykilatriði. Og bara, segja okkur af hverju þeir eiga skilið. En svona aðeins aftur Þorsteinn að rekstrinum, þið, hvað voruð með mikið af fólki mest og hvernig hefur staðan verið því? Gátuð þið haldið ykkar starfsfólki? Þetta er bara góð spurning. Við vorum mest 100 einu sinni. Vanalega augljóslega eru við flest á sumrin. Þegar þetta skellir á, sem þá í raun og veru þegar að vetrartíminn er að líða undir lok, við erum byrjuð að undirbúa, í raun og veru komin langt í að undirbúa sumarið, hefði verið svona milli 90 og 100, þá vorum við 70 og við erum í dag 43. Já, við erum 43 í dag. Hljómar mikið. Við erum bara ægilega stolt af því. Því miður höfum við þetta að segja fólki. Ég held að allir skilji það í dag. En einhver sem finnst það leiðilegra heldur en bæði okkur og bara þeir sem þurfa að standa í því. Ég meina, það er ekkert smá mörg fyrirtæki úti sem bara búið að vinna að síðustu ár og allt í einu að sjá sig í þessu sporum, eitthvað sem maður bjóst aldrei við að gera. En það er staðreyndin. En við hins vegar erum mjög stolt að vera ennþá þetta mörg og höldum á mikið af góðu fólki. Það var framlínan svolítið sem að fékk höggið. Það er ekki túristi að koma til landsins og ekki verkefni fyrir þá einstaklinga. En þar sem við höfum verkefni þá héldum við fólki og í dag erum við bara í grunninn að fjárfesta í framtíðinni. Og hvað þá, með markaðsvinnu og þurfum við náttúrulega að halda utan um bílaflotan sem er stór og allt þetta dæmi? Við eigum náttúrulega eignir fyrir, gífurlegar fjárhæðir og mikið af bílum eins og ég sagði áðan. Þannig að við þurfum að tryggja það að þeir séu bara hreinlega tilbúnir næsta sumar eða ef maður heldur í vonun að fara allt í gang þá. Og þá mitt af því, framtíðinni. Ég veit að ef þú kíkir í kristalskúluna aðeins, þannig að þú getur allan að vera með einhverja vonir og væntingar hvernig næsta ár verði. Já, kallar það spá eða óskhyggja, það er svona annarkvort eða. Sko, ég er mér finnst mjög gaman að tala um þetta og ég er oft gaman að fylgjast með hvað aðrir eru að spá. Og mér finnst oft svolítið svona opinberir aðilar eða bankar eða nú seðlabankastjóri kom nú með áhugaverða spá fyrir ekkert það löngu síðan. Spáði því að sumarið er ekkert sérlega gott. Og málið er það, og mér finnst að fólk gott fyrir alla að vita að það hefur engin hugmynd um. Þetta er bara spá. Og það geta allir spáð því sem þeir vilja, en það er ákveðna forsendur framöndan. Ég held að þetta muni koma í ákveðnum skrifum. Við erum strax byrjað að sjá fyrstu skrifin. Þetta títtnefnda bóluefni, að landamæri Bandaríkjanna opni eru mjög mikilvægt af því að er mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna af því að þar er helmingur viðskiptavina okkar að koma í grunninn, hátt í það. Almennt í ferðaþjónustu á Íslandi. Hafið þið verið að fá viðbrögð? Er fólk að panta bíla núna? Svona, hvað við segja, í ljósi frétta af bóluefni? Það er alltaf einn og einn bjartsýnn, alltaf einn og einn sem er að bóka bíl og það er alltaf einhverjir sem náttúrulega eru bara tilbúnir að ferðast. Það er
að gera könnun ekkert fyrir svo lengur síðan þar sem að til dæmis kom skemmtilegar upplýsingar fram þar sem að fólk segist vera tilbúið að ferðast þrátt fyrir bóluefni en það eru hömlur og sóttkvíareglur og fleira slíkt sem að kemur í veg fyrir að það ferðist. Þannig að bóluefnið ekkert að fara yfir einhver endilega töfralausnin. Það er það að fólk fái frelsi til þess að ferðast, að mínum mati, að þá byrjar fólk að ferðast. Við fáum kannski ekki sama massan en það er ekki verið að spá því en að fá hjólið til að snúast aftur klárlega. Þannig ég hef alveg tilfinningu fyrir því að þetta verði fara að snúast að augljóslega meira heldur en það er í dag og þokkalega vel inn í næsta sumar út af bara alls konar jákvæðum áhrifum sem að bara hreinlega fréttir bóluefni hefur og menn eru vongóðir og við erum það líka lítið land að við ættum vonandi að geta verið að koma inn á geta tryggt okkar öryggi allavega tiltölulega snemma. En ég sé tækifæri því líka. En er ekki svona líkur á því að Ísland gæti orðið vinsælt bara út af, það er vítt til veggja á Íslandi og það ætti að vera auðvelt fyrir ferðamenn sem að vilja, ef þeir fara að hugsa sig um hvert þeir að fara, þá verði Ísland ofarlega á listanum. Ég heyrði einu svona viðskiptavinn segja hjá okkur að það sem að fílaði mest við Ísland var það einingin hérna. Og þetta var hásumar, þannig að það var nú fullt af fólki hérna sko. Og ég held að það muni koma sterkt með okkur inn í framhaldið. Í raun og veru bara almennt jákvæð umfjöllun um Ísland tengt COVID, tengt því að við séum með kraftmikinn kvennaleiðtoga sem hefur gert flotta hluti. Maður eru varfið það mikið í heimsfréttunum og síðan bara það í raun og veru hversu opið svæðið er hérna og hversu vítt þetta að fara á þess að hita á nokkurn mann. Þannig ég held að þetta bara eins og áður, ég meina ástæðan fyrir Ísland varð vinsælt á sínum tíma, var einmitt þetta og þú veist, það að við séum að fá hérna inn 2 milljónir ferðamanna, það er ekkert gífurlega mikið. Þetta er mjög mikið yfir samtíman, yfir sumarið, en ef þú horfir á til dæmis Norðurlöndin í kringum okkur, það eru, þú veist, 8, 10, 12 milljónir í Skandinavíu, þú veist, árlega og örugglega töluvert fleiri sem sækjast til dæmis inn á lítil svæði eins og ef við tek Kaupmannahöfn sem dæmi og bera saman með Reykjavík, þú veist, fólk ekki endilega að fara til Reykjavíkur, það er að koma að skoða Ísland og ég held að sá hlutið einmitt, þú veist, minnum borgarferðir, meir svona explora náttúruna verði jafnvel framhaldið, þannig að Ísland klárlega og augljóslega mjög ofarlega þar. Ég held að þetta sé flott lokaorð hjá þér, en svo þetta bara spurning, hver eignast bílinn? Hver á hann skilið? Hver á hann skilið? Hún kom til Íslands árið 2003 því hún var að elta ástina, en hún ætlaði að gera meira en það. Óperusöngkonan, píanóleikarinn og tónskáldið Alexandra Tjernakova fékk súluna menningarverðlaun Reykjanesbæjar 2020 fyrir framlag sitt til eflingar tónlistarlífs í bæjarfélaginu. Við hittum hina úkraínsku og rússnesku, brosandi Alexandru, nú íbúa Reykjanesbæjar, á heimili hennar í Njarðvík. Alexandra er fædd árið 1979 og uppalin í Úkraínu og Rússlandi og er nú íslenskur ríkisborgari. Hún hefur tekið virkan þátt í íslensku tónlistarlífi og rekið ásamt eiginmanni sínum, Jóni R. Hilmarsinni, menningar- og fræðslufyrirtækið Dream Voices frá árinu 2006. Alexandra hefur verið afkastamikil og hefur meðal annars stofnað kóra, óperufélag, haldið fjölmarga tónleika, gefið út geisladiska og samið tónlist. Í öllum þessum verkefnum hefur hún virkjað og fengið til liðs við sig fjölda listamanna, innlenda sem erlenda. Alexandra hefur hlotið fjölmargar viðurkenningar fyrir árangur sinn á sviði tónlistar. Árið 2014 var hún valin í hóp 10 framúrskarandi ungra Íslendinga fyrir framlag sitt til menningar á Íslandi. Þá komst hún á topp 10 listan í World Folk Vision, alþjóðlegri tónlistarkeppni, í sumar með laginu Ave Maria úr frumsömdu óperunni Skáldið og biskupsdóttirinn. Nú í haust sigraði hún svo í alþjóðlegri tónskáldakeppni í Moskvu fyrir tónsmíð, 14 lög úr sömu óperu og samin við handrit Guðrúnar Ásmundsdóttur, fyrstu óperu sem Alexandra samdi. Þessa ópera var til vináttuna, Hallgrímur Pétursson og Ragnheiður Brynjólfsdóttir og mér þykir rosalega rosalega vænt þessa fyrstu óperu, söguna og þennan verk
og fannst það var óbærslega flott að fá svona stóra viðurkenningu þar í Rússlandi. Alþjóðlega keppni sem voru bara 80 manns, 80 atvinnu tónskáld voru að taka þátt í. Og svo voru tónleikar í lok september þarna í Moskvu og völdu dómnefndin 2 lög úr þessari nótnabókin, 14 lög skáldið biskupsdóttirin, og sungur það var Ave Maria og Kvöldbæn. Ave Maria úr óperunni tónlist eftir mig og ljóð eftir Rúnar Kristjánsson. Og Kvöldbæn, það var þjóðvísa sem svona bæn sem sungu pabbi sem var Brynjólfur, biskupinn, og Ragnheiður sungu saman alltaf áður að fara að sofa. Og rússneskir söngvarar sungu þessi 2 lög á þessum stórum tónleikum sem ég gat ekki komist út af COVID og líka út af því að við vorum með Guðrúnu og með öðrum söngvarum með rosaflóta dagskrá tónskáldið og móður hans Sigvalda Kaldalón í Kaldalónssal í Hörpu. Og sama tíma þá bæði COVID og önnur verkefni sem út af þessu gat ég ekki stödd á þessum flottum tónleikum þarna í Moskvu og taka á móti þessum stóru viðurkenningu fyrir mig, fyrsta sæti í tónskáldikeppni. Og rússneskir söngvarar þau sungu á íslensku. Ég gerði svona transcription og við vitum alveg hvað erfitt að syngja á erlendum tungumálum, sko. Óperan var frumsýnd í Saurbænum í Hallgrímskirkju þar í Hvalfirði með hljómsveit, 14 manna hljómsveit með kór og söngvarum, rosaflottum óperusöngvarum, og Brynjólfur var einmitt Kristján Jóhannsson og ekki amalegt. Já, þetta var svakalega. Frægasti söngvari Íslands. Já, og fá líka timpani og hörpu inn í það kirkju og það var yndislegt. Svo var óperan flutt í Kíjev í hennar gamla skóla í Úkraínu á 150 ára stórafmæli tónlistarhallarinnar með 30 manna hljómsveit, kór og einsöngurum, en Alexandra og móðir hennar þýddu lögin yfir á úkraínsku. Hún segir að það hefði verið mikil upplifun. Mér fannst þetta var alveg ógleymanlegt. Óperan og leikhús og klassískur söngur, það er mitt líf. Þetta er ástríða og ég sjá ekki fyrir mér að ég get lífa án þess. Sagan skáldið og biskupsdótturinnar heif Alexandru svo mikið að hún ákvað að skrifa tónlist við hana, en það er mikið verk. Það tók hana 3 ár og svo 1 ár til viðbótar að skrifa útsetningar. Óperan var útskriftarverk Alexandru í mastersnámi hennar í Listaháskólanum hér á landi og á þeim tíma bjó hún á Hofsósi, þar sem hún starfaði einnig við tónlistarkennslu, og keyrði svo til höfuðborgarinnar til að hitta Guðrúnu Ásmundsdóttur. Hún hefði skrifað leikrit söguna. Það er dramatísk saga vináttu, en fyrsta hugmynd Alexandru var að skrifa grínóperu. Hún segir Guðrúnu vera magnaða konu. Ég var bara svo heppin að geta verið hjá Guðrúnu. Ég var á öðru hæð að búa hjá henni, á þessum dögum, 2-3 daga í viku og við töluðum rosalega mikið saman og hún sagði mér fullt af flottum sögum og hún náttúrulega sögu skartgripur, bara Treasure of Iceland, bara ótrúlegt hvað hún þekkir og hvað hún er búin að lesa mikið og þá er þessi saga vináttuna, Hallgrímur Pétursson og Ragnheiður Brynjólfsdóttir, og hún svolítið sló alveg í mér. Ég gat tengt mig við þessu vináttu sem er mjög skrítin í rauninni, hvernig geta þessi maður sem er eldra, bara 20 árum eldra, geta deilt með þessu ungu stúlku sem var ekki bara ung stúlka, hún var fyrstu á mentu kvenna og gáði sem bara gat talað á nokkrum tungumálum, var að spila á nokkrum hljóðfærum
gat skilið þau voru sálarvinir. Alexandra var ung stúlka, ein söngvari við óperuhúsið í Kíev í Úkraínu og söng 10 hlutverk. Henni gekk vel og hún vann til verðlauna aðeins 13 ára gömul fyrir að semja besta lagið sem hét Súkkulaðiland og fyrir börn. Hún byrjaði að læra á píanó 5 ára en hún var bara 3 ára þegar hún byrjaði að syngja og hún fann fljótt að þar var hún á heimavelli. Hún lauk 8. stigi í píanóleik en lærði einni óperusöng í tónlistarakademíunni í Úkraínu. En mér fannst alltaf var gaman að syngja. Ég byrjaði að syngja frá 3 ára. Þá, sko, þú veist, átti ekki að spyrja mig að koma, þú veist, og syngja bara eitthvað, þú veist. Það þarf ekki að spyrja lengi. Og mér fannst alltaf var gaman að fá svona solo í kór eða einhver svona að koma fram á sviði og ég elska þetta. Alexandra kynntist manni sínum Jóni Hilmarsinni árið 2003 en þau hittust á Spáni. Hún flutti með honum til Íslands þar sem hún þurfti að bíða aðeins eftir sínum tækifærum. Þau fluttu til Bakkafjarðar þar sem hann fekk starf en þar byrjaði vinnuferill Alexandru á Íslandi. Hún fekk starf í tónlistaskólanni á þessum litla stað og kenndi meðal annars prestinum söng. Ekki löngu síðar lá leið hennar með Jóni á Hofsós og þar komst hún heldur betur í tæri við tónlistargyðjuna því 2 árum síðar þegar hún var búin að kynnast tónlistarfólki á svæðinu ákvað hún að láta gamlan draum rætast að setja upp óperu og enga smá óperu, heldur La Traviata. Þetta bara alveg ævintýri og Jón sagði þú bara sjá þetta og ég finn peninga til að setja upp, þú veist. Og svo hann var að sækja styrki og einmitt svona gerist hluti, sko, það ekki hægt. Til dæmis eins og með Guðrún og þannig hringdi ég henni og að spyrja Guðrún, ég að spá að bara, já, við erum búin að stofna óperu Skagafjarðar og ég að spá að gera þetta svona konsertuppfærslu, viltu koma? Og Guðrún svona, já, mín búin að stofna óperu og já, ég kem. Svo kemur hún og hún var að segja svo oft þessu sögu sko, þú veist, þegar hún situr og hún kemur sem sagt þarna í tónlistarskóli var þá ekkert í góðum húsnæði, var svona bara í bara mjög svona, hvað maður segja, bílskur svona eitthvað húsnæði. Þá kemur hún inn, sérst, og þá kemur forleikur frá píanóleikarum, þetta fræga forleikurinn í La Traviata. Svo byrja einu en hún vissi alveg að ég flott söngkona, veistu það, en svo byrja hún að heyra aðra söngvara og kórin og hún sagði, ég vissi ekki hvað ég væri stödd, ég stödd á Sauðárkróki. Vá! Svo hún sagði bara, ég sjá ekki fyrir mér að við ætlum bara setja þetta upp, ekki gera konsert, við setjum upp óperuna, alveg þú veist með öllu. Og svo kemur kassar eftir nokkra tíma, þá kemur kassar frá Kíev, frá mamma og pappa með búningum fyrir alla, fyrir kóra, fyrir einsöngvara og við erum, þetta voru svakalega flóta búningar, meira að segja óperustjóri Stefán Baldursson sagði því líkir búningar sem þið voru og þá Guðrún að spyrja mig, Alexandra, eru foreldrar þinni milljarnamæringar? Og þá ég sagði henni, nei, þeim þykir bara svo vænt mig. Alexandra með sterkan bakgrunn úr listum og tónlist og hún hefur aldeilis tekist á við marga drauma hér á Íslandi og hér hún afar ánægð. Þau Jón eiga 3 stráka og búa í skemmtilegu húsi í Innri-Njarðvík þar sem hún hefur meðal annars boðið til stofutónleika á ljósanótt. Þá hefur hún verið með öðrum í tónleikahaldi áramót síðustu árin og það verður rafrænt í ár. Það mikið í gangi hjá menningarverðlaunahafa Reykjanesbæjar en við endum okkar spjall við hana á því að heyra örlíti frá nýjasta verkefni hennar en það óperan Góðan daginn frú forseti en hún fjallar ævi og störf Vigdísar Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta Íslands. Finnst þér þetta ekki svolítið spennandi? Þetta mjög merkilegt. Já, þetta sko, hún svo merkilegt þessa kona og merkilegt líka að hún kemur frá Íslandi, frá þessu landi og já, það tók mér svolítið tíma að semja sem sagt handritið
af því sem saga hennar svo stór. Og ég var að spá hvernig ég get komast með öllum sem sagt atburðum sem gerist í hennar lífi í einu óperu. Alexandra uppnumin af Vigdísi og ef allt gengur vel þá stendur til að kynna óperuna í mars næstkomandi á alþjóðlega kvenréttindadeginum. Hún segir aðspurð hvernig Íslendingar taki útlendingum að það sé mikilvægt fyrir þá að vera opnir fyrir því og móttækjalegir að meðtaka nýja hluti með nýjum íbúum. Hún segist að fengi góða móttöku hér á Íslandi og hamingjusöm, en við endum að þessu sinni með því að spyrja hana hvort það sé eitthvað sem henni finnist skrítið á Íslandi. Já, þegar maðurinn minn að borða á þorrablótinu, svona svið, já. Oj, það finnst mér mest skrítið. Þú borðar ekki svið? Ekki hausa, nei. Og já, þetta örugglega það. Leið við þakkum fyrir áhorfið. Minnum við á aðra fjölmiðla Víkurfrétta. Vikulegt fréttablað okkar sem dreift frítt á Suðurnesjum en einnig að sjálfsögðu í rafrænu formi. Við segjum fréttir á hverjum degi á Víkurfrétta vefnum vaff.is og golffréttir á kylfingur.is. Svo viljum við minna á að hinn árlegi jólaleikur Víkurfrétta, Jólalukka Vaff, hefst laugardaginn 5. des. Já, það skemmtilegt. En við endum þáttinn á óvæntri uppákomu á bæjarstjórnarfundi í Reykjanesbæ í vikunni. Rafrænir fundir útheimta mikla orku og einn bæjarfulltrúinn, Margrét Þórarinsdóttir, var alveg að verða rafmagnslaus. Hvað gerir maður þá? Ég óska þetta verði bókað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét. Orðið laust. Krakkar, ég þarf hleðslutæki mitt núna! Takk fyrir, Margrét. Við getum ekki orðið við því, en þú talar á við einhver aðra það. Jóhann Friðrik gerir svo vel.